bakslagi verður gagnvart hinsegin réttindum, að þá fylgir því alltaf bakslag gagnvart kvenréttindum í heiminum. Við sjáum þetta til dæmis í Bandaríkjunum í dag, þar sem að við verðum að gefa út sérstakar tilskipanir gegn transfólki, sumar þeirra á því grundvelli að það er að vernda konur með þeim, en á sama tíma er þá verið að draga úr réttindum kvenna. Og engin börn fara í skurðaðgerðir á Íslandi fyrir 18 ára aldur. Þetta er bara mjög einfalt. Þannig að hér er þetta kerfi bara afskaplega gott og það þarf bara enginn að hafa áhyggjur af því. Það er bara staðan. Nákvæmlega, þess vegna er ég líka að bera þetta á borð. Það er ekki út af því að, þú getur sagt þessi bjánul spurning, en þetta er aftur á móti eitthvað sem fólk er að pæla í og er hrætt að taka út af því að það hefur einhvern veginn verið útrópað sem einhvern veginn mannhattur að vera að velta þessu fyrir sér. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið Alvörubón, Ljárdalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Jóhannes Þór, hvað segirðu gott? Ég segi fínt bara. Gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Hvernig lífið að fara með þig? Almennt bara ágætlega, bara nóg að gera í vinnu og mannréttindastarfi og alls konar fjör sem að tekur að sér. Besti lobbyist á landinu. Já, takk fyrir það, engin pressa. Nei, engin pressa. Sko, við höfum rætt ferðarþjónustuna áður. Það hefur við gert. Nú erum við fyrir að ræða transmál, léttmetið. Bakslagið, það er í gangi. Já. Af hverju? Góð spurning. Það er engin ein sérstök ástæða. Ég held að náttúrulega við erum búin að vera að horfa á undanfarin ár bakslag í réttindum, ekki bara hinsegin fólks, heldur líka bara kvenréttindum og fleiru. Við horfum gagnvart minnihlutahópum og ýmsan máta. Einhverju leyti er þetta kannski bara breyting á stjórnmálaskoðunum í heiminum, nýjir miðlar, öðruvísi tækifæri til þess að miðla skoðunum. Einhvers að einhvern tímann að vond hugmynd hleypur núna jafn hratt og góð hugmynd samfélagsmiðlana. Og það er erfitt að greina það á milli. Það þarf að vera ansi duglegur í gagnrýnni hugsun til þess að skilja að fréttir sem eru alvöru og fréttir sem eru kannski bara ætlaðar til þess að ögra eða jafnvel veita falskar upplýsingar. Og við teljum allavega hér í Samtökum 78 við séum búin að vera að horfa á þetta í töluverðan tíma. Þetta er svona sambland af ýmsum þáttum sem að er að verða til þess að þetta bakslag hefur orðið að raunveruleika. Og það kannski núna upp á síðkastið þegar við sjáum þetta, oft er þetta þannig að fólk sér kannski hlutina aðalega þegar það sér það í útlöndum. Núna þegar fólk svona horfir á það sem er að gerast í Bandaríkjunum, þá kannski er þetta orðið aðeins augljósara fyrir mörgum heldur en það var áður. Fólk spyr býtu hvaða bakslag? Jú, ég meina til dæmis þetta sem við erum að sjá að gagnvart transfólki í Bandaríkjunum er verið að afnema réttindi þeirra, verið að sjá til þess að þau séu útilókuð frá störfum, hlutverkum í samfélaginu, traðka á réttindum þeirra til heilbrigðisþjónustu, jafnvel komið í veg fyrir að þau geti ferðast og svo framvegis. Þannig að það er í rauninni ekkert hægt að kalla það öðru nafni heldur en ofsóknir. Ef þetta væri gagnvart einhverjum öðrum hópum annar staðar í veröldinni, þá væri við mjög fljót að kalla það ofsóknir, en vegna þess að þetta er í landi sem er okkur líkt, okkur nálagt, við erum duglega að ferðast til og höfum mikil menningarleg tengsl við, þá erum við seinni til að nota svona gildishlaðin orð. Við erum að tala hérna saman 8. apríl og það hefur verið mikið talað woke umræðina og ég tel vera mesti skaðvaldur í svona almennri umræðu undanfarin 10 ár og það er einhverju leyti eitthvað sem að fólk tengir við transmál og ég sagði nú við Uglu Stefaníu þegar ég talaði við hana fyrir ekki svo löngu sko að ef að það er komin nokkur ár síðan, það var í miður COVID að tjáningafrelsið væri mikilvægasta frelsið og ef að við værum að fara að heyja að tjáningafrelsi og fólk og réttindu fólks til þess að tjá sig þessi mál að þá myndi koma á nokkuð fyrirsjáanlega þetta bakslag sem að núna ég tel að sé að eiga sér stað sko, út af því að þú heyrt þessu umræðu það að sko, ákveðnar skoðanir það að tilvist transfólks og þetta sé hatursorðræða og sko, ég einhvern veginn hefur verið að hugsa mjög mikið þetta að í sérstaklega í sambandi við transmál að þá hefur það einhvern veginn verið sko lýst sem ákveðnu hatri gagnvart transfólki
að maður í kringum 60 sé ekki tilbúin til þess að viðurkenna tilvist transfólks og þar af leiðandi síðan í einhverju útrýmingarstefnu. Mér þykir það orðum of aukið. Sko, þegar þú hugsar þetta, því að þú náttúrulega, við höfum rætt saman áður, þú veist hvað mér finnst tjáningafrelsi og svona það mikilvægi þess. Hvað það svona sem þú hugsar í samhengi við þetta? Því að eins og segja, þetta bakslagið núna eiga sér stað. Ég tel að sko, transfólk hafi að einhverju leyti orðið svona, svo ég fá að sletta in the crossfire á ákveðinni svona vóki, að fólk var að nýta sér þessa hugmyndafræði, hugmyndafræðin var að nýta sér transmál til þess að ná fram einhverjum svona markmiðum ákveðna stýringu og umræðum. Ég algjörlega ósammálaður þarna, vegna þess að ég held að þeir sem hafa verið að reyna að ná stýringu á umræðinni og stjórnmálunum hafi notað þetta orð woke sem ákveðin stimpil. Þetta elsta trikkið í áróðusbókinni, að stimpla alls konar málefni sem þú ert á móti með góðum stimpli sem þú getur svo verið á móti. Og þar inni svo hægt að lobba alls konar hlutum, kynjafræði og transmálefnum og hvað það sem að þér líkar ekki í samfélaginu og finnst á þér brotið, kalla það bara eitthvað væl. Þetta komið allt og langt og líta algjörlega fram hjá því að þú ert sjálfur mesti vælu kjóina því að þú bladrar það alla daga í útvarpi og samfélagsmiðlum hvað það sé veiða tjáningafrelsiðinu og enginn stoppar þig. Þú setja að tala um mig. Sannar basically þegið mál. Þannig að byrjum aðeins þar sko. Okay. Hvað erum við í raun og vera að tala um? Því að woke, það er svo auðvelt að tala bara með eitthvað. Woke, það er bara alveg eins og við tölum hérna, gyðingavandamálið og þetta ekki, við eigum ekki að tala svona fólk í samfélaginu. Það það sem við þurfum alltaf að hugsa og það nálgunin til dæmis hjá okkur í samtökunum 78. Við erum alltaf að vinna með fólki. Við erum að vinna bara með manneskjum sem að reyna að fóta sig í lífinu. Reyna að sjá til þess að allir í samfélaginu hafi sömu réttindi, fái að ráða lífi sínu sjálf, hafi eitthvað það að segja og það er það sem þetta snýst um. Þetta snýst ekki eitthvað svona óræðan stimpil sem við getum kallað woke eða wokeisma eða eitthvað annað. Þetta hefur gengið allt of langt. Það er bara della. Tökum þetta aðeins inn á við og skoðum hvaða málefni við erum að tala um. En svo endanum að þá snýst þetta ok, ég get verið sammálaður reyndar í því einu. Ég held að transfólk hafi lent í skotlínunni hjá hópum sem eru á móti alls konar öðru líka. Og það er verulega ósanngjarnt og óréttlátt. En við sjáum til dæmis, og bara svona til þess að benda á það, að ég segi gjarnan að hinsegin málefni á Íslandi og réttindi hinsegin fólks hefðu ekki náð svona langt eins og það hafa gert í dag, nema vegna þess að við fórum í gegnum nokkra áratugi af kvennabaráttu þar á undan. Það sem að bara þjóðin og landið og réttarkerfið og lagasetningavaldið og framkvæmdavaldið smá saman vöndust í að kynin þyrfti að vera jafn rétt á í samfélaginu, að það væri skynsamlegt og það gæfi góða niðurstöðu fyrir allt samfélagið og alla í samfélaginu. Á grundvelli þess að þá höfum við byggt upp, ef að segja þá samfélagslegu skoðun og samþykkt, að það sé skynsamlegt að allir í samfélaginu hafi jöfn réttindi og hinsegin réttindi eru þá hluti af því eins og annara minni hlutahópa í samfélaginu. Þetta er nátengt. Enda sjáum við þar, og hér er þá punkturinn, að þegar að bakslagi verður gagnvart hinsegin réttindum, að þá fylgir því alltaf bakslag gagnvart kvenréttindum í heiminum. Við sjáum þetta til dæmis í Bandaríkjunum í dag, það sem að við verðum að gefa út sérstakar tilskipanir gegn transfólki, sumar þeir á því grundvelli að það er að vernda konur með þeim, en á sama tíma er þá verið að draga úr réttindum kvenna, bara markvisst. Bæði með þá dómstólaákvörðunum og líka með sömu forseta eða samskonar forsetatilskipunum. Það er það vísið til fóstureyðinga, ekki? Jú, til dæmis. Þannig að þetta og líka bara það sem að verið að tala um það sem verið að í rauninni kerfisbundi núna að afnema allt sem heitir einhvers konar diversity, equality, inclusion. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Þannig að þetta er allt saman nátengt. Þegar við horfum hins vegar kannski við fókusum inn á
málefni transfólks sem að held ég mjög mikilvægt að við ræðum, vegna sem mín upplifun sú að vegna þess hversu transfólk lítill hluti samfélagsins þá afskaplega fáir í samfélaginu sem hafa beina tengingu við þann hóp. Þekkja transfólk, eru með transmannesku eða kynsegin mannesku í fjölskyldunni og svo framvegis, og það mjög eðlilegt að þegar við erum ekki í beinu sambandi við málefni eða fólk dagstaglega, að þá höfum við kannski ekki beina ástæðu til að kynna okkur málin. En mín reynsla svo að meiri hluti fólks bara mjög opið fyrir að læra og fræðast og vita meira og ekkert eitthvað neikvætt gagnvart transfólki eða hinsegin fólki almennt. Ég held að þess vegna skiptir máli að ræða þetta og kannski aðeins að ég var að segja reyna að kafa í gegnum bábiljurnar, þær eru margar, hvort sem gagnvart í hvernig upplifun transfólks á lífi sínu. Ég vil benda þar á frábært innslag í Landanum sem að Bjarki Steinn Pétursson kemur fram, transmaður sem gríðarlega flott fyrirmynd, flottur strákur og þarna þurfum við að í rauninni kafa eins og ofan í það hver í rauninni reynsla fólks, af hverju verið að tala að heilbrigðisþjónusta þeirra þurfa að vera eins og hún af hverju þeir hafa rétt á henni, það í vegna þess að þau bara þegnar í samfélaginu, ekki satt, og svo framvegis. Og síðan kemur öll þessi umræða transferli barna, hormónablokkar og allt þetta sem að mörguleiti byggir ofta á upplýsingum erlendis frá sem að eru í rauninni að segja okkur ranga sögu það sem að gerast í heilbrigðiskerfinu á Íslandi. Þannig að það margt þarna sem hægt að unpakka og ég held að meiri betri fræðandi umræða geti gert í rauninni bara umræðina í samfélaginu þessi málefni betri, en það verður alltaf að hafa í huga til að byrja með þegar verið að tala að þegar svo auðvitað tala transmálefni og eitthvað slíkt. Við erum alltaf að hafa í huga, við erum að tala fólk. Á bakvið þessa umræðu bara venjulegt fólk í samfélaginu sem vill bara fá að lifa lífi sínu í friði, hættulaust og með virðingu samborgara sína. Það rauninni það eina sem verið að biðja og það sem kemur mér sífellt á óvart í umræðinni til dæmis vókmálefni, transmálefni og fleira, það hvað það lítil virðing borin fyrir þessu, að þarna eru bara manneskjur og þar þurfum við svolítið að byrja. Já, byrjum þar. Það eins og ég segi, og ég mikill bara frjálshyggjumaður, ef að fullorðið fólk vill vera eins og það vill vera, að þá má það bara vera eins og það vill vera. Það aftur á móti hefur ekki rétt til þess að segja fólki hvað því eigi að finnast. Það það sem þessi skoðanakúgun, svo ég tala nú bara hreint út. Hvað meinarðu með því? Hver skoðanakúgun? Ef allir mis, bara fyrir ekki svo mörgum árum, þá var okkur tjáð að það væru óteljandi kyn. Og það væru bara alveg jafnmörg kyn og við myndum vilja bara vera, og ef ég myndi segja við þig að ég væri X, að þá þyrftir þú að ávarpa mig sem svo. Já, þetta reyndar ekki alveg rétt. Nei, tökum annað dæmi samt. Því að ef að til dæmis bara þú veist hvað kona, þetta eitthvað sem fer mjög mikið fyrir brjóstið á fólki og líka fleiri konum. Akkur spyr enginn hvað karl? Já, það getur líka verið hvað karl. Getur líka alveg spurt hvað karl. Það kannski vegna þess að í gegnum tíðina hefur verið einfaldasta leiðin fyrir ýmsa sem að vilja stjórna því hvernig samfélagið virkar, að búa til óvinn sem á einhvern hátt hættulegur konum í samfélaginu. Já, það getur vel verið. Þetta bara staðreind, þetta svona. Þú sér þetta í gegnum í rauninni alla 2000-öldina, þú sér þetta í gegnum til dæmis, ef að tala áróður gegn samkynhneigðum í Bandaríkjunum á 7., 8. og 9. áratugnum. Það svo hættulegi konum, það hættulegi börnunum okkar. Þetta bara nákvæmlega sömu hlutirnir. Þetta innföld taktikinn í áróðsbókinni, Þórarinn. Ekki falla fyrir þessu. Tökum bara sem dæmi, ef ég myndi núna segja við þig að ég væri kona, hefur þú rétt á því að segja nei? Nei, ég myndi segja bara gott hjá þér. En myndir þú hafa rétt á því að segja nei? Nei. Nei, þú hefur ekki rétt á því. Þú skilgreinir hver þú ert, ég geri það ekki. Nei, en þú getur samt haft skoðun á því sama hvað mér finnst. Ef þú myndir segja að ég sé kona, þá hefur þú rétt á því að segja að ég sé kona. Mér má alveg finnast það. Já. Já. Það punkturinn. En leiðu ég farin að, hér í munnun, leiðu ég farin að segja það við þig og við aðra og umberlega, heyrðu, Þórarinn ekki kona, hann kall. Allir, hann ekki það sem hann segist vera. Ég þá ekki farin að brjóta á þér á einhvern nátt? Nei,
Af hverju ekki? Það heita tjáningafrelsi. En bíddu, hefur þú ekki frelsi til þess að tjá kyn þitt og þína upplifun? Ég geti sagt bara að þetta er ránt. Ok, snúum við við. Ok. Hérna, þú ert karlmaður, ekki satt? Jú. Já, ok. Hvað er það sem segir þér að þú sért karlmaður? Ég myndi segja kynfæri mín og atgerfi og hegðun. Ok, Er eitthvað hérna inni sem segir þetta? Þegar þú hugsar, ég er kona, er eitthvað hérna inni sem segir, það er ekki rétt? Já. Vertu heiðarlegur? Já, það er eitthvað það. Ok, það kallum við kynvitund. Þessa tilfinningu sem við höfum það hver við erum. Ef ég kem og segi, hérna, þú ert kona Þórarinn, hvað finnst þér þá? Það er bara ekki rétt. Nei, ok. En þú er rétt að þau segja. Já, af hverju? Og það er því að þú ert með tjáningafrelsi. Já. Það er ekki mitt að segja hverja skoðanir þínar eru. Heldur að það sé ekki hættulegt með neinum hætti fyrir þig ef að ég fer að básuna það allt samfélagið? Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Nei, ég get ekki sagt að það sé hættulegt fyrir mig. Og því að sko það er þetta, ok, eins og þú fylgdist betur með því heldur en ég þegar að réttindabarátta samkynhneigðra var sérstaklega svona hátt upp í kringum svona 9. áratuginn og upp úr, að þá byggðist þetta á svona, svona slagorði, we're here, we're queer, get used to it. Það er að segja, mér er alveg sama hvað þér finnst, já, sýnileika, möguleika, en aðalega líka að, þú veist, ég er það sem ég er eins og ég er, og það er alveg skiptir engum máli hvað þér finnst, eða hvað þú hefur að segja hana, ég er eins og ég er, þú er náttúrulega ekki rétt að beita með ofbeldi, en ég hef... Hér er góða punktur, hvar eru mörk tjáningafrelsins, gagnvart ofbeldi? Það er ekki byggt af því að ég geti sagt, þú ert kona Jóhannes og það er orðið ofbeldi. En ef að þú ert farin að leggja mig í hættu með því að halda því fram að ég sé eitthvað sem ég er ekki? Hvernig birtist svo hætta? Til dæmis þegar að stjórnmálamenn koma fram og banna konum að fara á kvennaklóstið. Getur við verið sammála það að það sé hættulegt? Ég veit ekki að konur sem að hafa farið í gegnum kynstaðfestandi ferli eru konur, transkonur sem hafa verið það ég vil árum saman. En þyrftu þær að fara í kynstaðfestandi ferli til að geta farið inn á kvennaklóstið? Í einhverjum tilfellin þá er það þannig. Það er sá sem að velu, auðvitað náttúrulega best ef að öll salerni og öll svona rými eru bara kynhlutlaus, sko. Það væri náttúrulega bara fínt. En við lifum bara ekki þannig heimi, sko. En fyrir mér er þetta önnur birtingarmynd þess að það sé verið að reyna að stýra því hvað við gerum. Það er nefnilega líka partur af tjáningafrelsinu, séð til. Það að ríkið eða stjórnmálamenn eða fólk í fjölmiðlum reyni á einhvern hátt að stýra því hvað þér finnst sjálfan þig, hvernig þú tjáir þig, hvernig þú kemur fram og hvað þú gerir, er það ekki einhvers konar hömlur á tjáningafrelsið þitt líka? Er tjáningafrelsið þitt bara það sem þú segir? Hvað þér finnst? Nei, þú getur tjáð þig í alls konar formi, listformi og annað. Ég tjái mig á ýmsan hátt. Já. En við þekkjum hins vegar gegnum tíðina að það er ekki allt, ég vil segja það er einhvers staðar lína þarna. Það sem að tjáningafrelsið, og nú getum við bara vitnað í þessi gömlu fræði frelsið. Við höfum frelsið til að gera það sem viljum þangað til að fyrir að ganga á frelsi náungans, ekki satt. Það er svona gullna reglan frelsið. Einhvers staðar er svo lína, þess að þú ert farin að ganga á frelsi náungans. Og ég tel að þegar að samfélagið og fólk er farið að reyna að skilgreina fyrir þig hver þú ert, án þess að hafa þig með í ráðum, þá er komið yfir þá línu. Og þetta snýst ekki það að setjum sem svo að ég segi, heyrðu, ég skil ekki henni hver ég er, þú mátt bara ekki hafa skoðun á því. Þú mátt alveg hafa skoðun á því, sko. En leiðu þú þarna básuna það út allt og setja það eins og er verið að gera út allt í samhengi við barnaníð, í samhengi við að þú sért hættulegur samfélaginu, í samhengi við það að þú megir ekki vera ákveðnum stöðum sem að samræmast í hvernig þú upplifir sjálfan þig, þá er það orðið hættulegt fyrir þig og þá ertu komin yfir línuna. Já, ég myndi alveg segja ef að þú ert að segja að allir hópar séu barnaníðingar og hættulegir og fleira þar, ég er alveg sammálaður þar, en ég er aftur á móti vil halda fast. En þá er vorðin sammálaður það að línan sé einhvers staðar og er það þá ekki hlutverk löggjafans og samfélagsins skilgreina, hvað er línan?
og svo réttarkerfið sem að taka á því. Ég að segja, mín skoðun má vera svo að þú sért karl eða kona. Það mitt. Og ef við erum alltaf, nei ég veit það, en ef við erum alltaf sko, hvar á þá línan að liggja, hversu mikið ætlum við þá að skerða tjáningafrelsi fólks, þú ert að segja náttúrulega að með línu að þá erum við sjálfkrafa að skerða það og getum kannski við sammála það, erum engar og einhver svona róburður sé skerðing á tjáningafrelsi en réttmætt, en aftur á móti þegar þú ert farin að teygja þetta hugtak svo langt að þú segir að mér megi ekki finnast manneskja sem með tippi ekki vera, þú veist, ég bara segjum svo bara, þú veist, manneskja sem að segja, ég trúi því ekki að þessi til kvenkyns tippi. Það réttmætt, sko, það réttmætt athugun að segja það í því samhengi að svo manneskja lærði líffræði í grunnskóla. Já, í grunnskóla. Það væri bara 2 kyn sem líffræðilega ránt. Nú, ok, og þá bara intersex og... Spurðu bara líffræðinga mér vitar í þeim málum. Grunnskóla líffræðin, hún næri ekki utan alla líffræði. En þú ekki sammála með því að manneskja megi halda því fram að þessi ekki til kvenkyns tippi? Mér finnst þetta reynda bara bjánlega spurning. Já, en þetta samt, en við erum að ræða þetta í þessu samhengi. Það sem skiptir máli það, sko, og hér vil ég benda á það að öll þessi umræða gengur út á það hvað þér megi finnast annað fólk. Af hverju það aðalmálið? Ekki aðalmálið hvað mér finnst sjálfan mig? Aðalmálið skoðanafrelsið. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Það alveg sama hvort að geti alveg eins verið það að megi banna skoðunum á því að við höfum farið til tungsins eða ekki. Mér bara alveg sama. Manneskja má hafa rétt á því að finnast hvað sem henni eða honum finnst það málefni. Allt í fína, ég skal alveg samþykja það. Þið má alveg finnast það sem þið finnst. Ég ekkert að stjórna því, sko. Það skiptir máli hvað þú segir og hvernig þú tjáir þær skoðanir. Þar tjáningafrelsið ekki algilt. Þar þessi lína sem ég að tala um. Hefurðu heyrt slagorðið ég get passa virða tjáningafrelsi fyrir tjáninguna en ekki eftir tjáninguna. Já. Mér finnst við svolítið vera komin á þá braut þegar þú ert farin að segja að við erum aðalega að binda þetta við skoðanafrelsi en ekki tjáningafrelsi. Þannig erum við byrjaðir að skerða tjáningafrelsi undir þeim formerkjum. Nei, veistu það, við erum að nálgast þessi hluti á mismunandi máta. Þú ert fastur í ramma frjálshyggju mannsins það að skoðanafrelsi hljóta vera upphaf eða tjáningafrelsi hljóta vera upphaf endir alls. 2 + 2 sama sem 4, það mikilvægast allt. Ég að nálgast þetta út frá því að bara mannleg tilvera bara ekki það einföld. Og þú hlýtur að vera að horfa á áður en þú ferð að pæla í býtu hvað má mér finnast og hvað má ég segja, þá hlýtur að þurfa að horfa bara á virðingu einstaklingsins. Hvað má mér finnast sjálfan mig? Og má ég tjá það með einhverjum hætti án þess að eiga þá hættu að fólk út í samfélaginu telji sig að hafa rétt á því að hafa aðra skoðun á því en mér finnst sjálfan mig. Það meikar bara ekki sens fyrir mér. Það bara meikar ekkert sens, vegna þess að þá þín upplifun á þínu tjáningarfrelsi að segja og djöflast í því sem ég farin að brjóta á mínu frelsi til þess að upplifa og tjá hver ég Þá ertu komin yfir línuna. Já, það einhverju sem og þér áttur að finnast þetta bjánlega spurning, ég að koma með hana, að einhverju fólki hefur svona byrt á samfélagsmiðlum að séu kettir og hagar sér svo kettir og eru kettir. Bíddu. En þú veist hvað þetta bjánlega spurning, alveg rétt að þér. En ég á rétt á því að finnast þessi manneskja ekki vera köttur. Það alveg saman, þessi manneskja trúin þessi köttur. Henni finnst hún vera köttur, hún skilgreinir sig sem köttur, ég á samt rétt á því að segja og allir aðrir, og ég á rétt á því að segja það, þessi manneski ekki köttur. En við erum ekki, þetta ekki út af því að þú segir alltaf bara að manneskina á rétt á að skilgreina sig eins og hann og það eru fólk sem skilgreinir sig sem kettir. Já, en það sem þú ert að gera að smætta umræðina niður í einhver mjög einföld dæmi sem að henta þér. Til þess að einfalda þetta. Þess að mannleg tilvera ekki svona einföld.
það sem að gerast, þú byrjaðir á að tala bakslæðið hérna, bakslæðið felst ekki í því að þú Þórarinn sem ert nú almennt svona þokkalega grandvar í opinberu umræðu, þótt þú segir ýmislegt sem að ég og fleiri erum ekkert sérstaklega mikið sammála, en gott og vel það eru bara ekkert allir þar og bakslæðið verður vegna þess að fólk áttar sig ekki á því að það fleira til en hatursorðræða, það ekki allt hatursorðræða, það ekki hatursorðræða þegar þú segir, heyrðu Jóhannes, þú ert kona það ekki hatursorðræða, þú veist það getur hins vegar verið hættuleg orðræða vegna þess að nægilega mikið af orðræðu sem samþykkir ekki upplifun fólks á sjálfu sér hún býr til fleiri vandamál og býtur rólur. Ég sé þig hérna, þú veist Nei, ég bara hugsa velta þess fyrir sér, skoðum bara hvernig þetta birtist í raunveruleikanum. Skoðum til dæmis Bretland sem dæmi. Í Bretlandi búin að vera núna í þó nokkur ár gríðarlega mikil bylgja sem að djöflast á transfólki í fjölmiðlum. Það orðin svona neikvæður spírall fjölmiðla og stjórnmálamanna sem finnst þetta þægileg smjörklípa og fjölmiðlamanna sem að finnst þetta þægilegt umfjöllunarefni og þetta svona rúlar allt saman neikvætt og ég hugsa að einhverjum tímapunkti held ég að hafi verið birtar fleiri neikvæðar greinar transfólk heldur en transfólk í Bretlandi. Þetta algjörlega galin staða og og meiri hlutin að þessu byggir á bara einhverju rugli svo það sé nú bara sagt hreint út. Það sem þetta að gera hins vegar öll þessi neikvæða orðræða margt af henni ekkert hatursorðræða hafa það á hreinu, hún hins vegar hættuleg þannig að það sem hún hefur leitt af sér gríðarleg fjölgun hatursglæpa og bara ofbeldis í garð transfólks bara rekorderaða af lögreglunni í Bretlandi og þetta eru bara opinberar staðfestar tölur og þetta fylgist að og það þess vegna sem þetta hættulegt það þess vegna sem að línan þarf að vera einhverstað gagnvart tjáningarfrelsinu vegna þess að menn horfast um á hatursorðræðu, það allt skilgreint sem hatursorðræða nú, það ekki þannig, það ekki allt skilgreint sem hatursorðræða, það ákveðnir hlutir þar og hún mætti gjarnan vera betur skilgreint svo það bara dómkerfisins að ákveða hvað það og hvað ekki. Það hins vegar ýmislegt hættulegt og það fylgir því til dæmis hverjir það eru sem talar. Ef það eru til dæmis stjórnmálamenn sem að hafa vettvang á alþingi í stofnunum samfélagsins og greiðan aðgang að fjölmiðlum, þá hefur það meira vægi heldur en ef að bara Þú ert talað Snorra? Þú og ég bara tala alls konar stjórnmál, ekki bara hér, heldur bara víða heim í Bretlandi, Bandaríkjunum og víðar. En þetta líka að gerast hér. Og ég nefndi þetta varðandi til dæmis greinina sem að Snorri Másson skrifaði fyrir jólin. Það sem að... Býtu aðeins rifja þau upp, hvað var það eftir? Hann var bara einfaldlega að bera blak eldur, af manni sem að samtökin kerði fyrir hatursorðræðu og ég meina það máli bara í einhverju ferli í kerfinu, kemur það sem það verður ákveðið, sko. Og þarna skiptir mjög miklu máli að átta sig á því að það þess vegna sem þessi lína tjáningarfrelsið tjáningarfrelsið lítur að stoppa einhvers staðar. Þegar að tjáningarfrelsið farið að valda því að fólk komið í hættu, að hópar eru teknir út fyrir sviga og á þá ráðist með orðum fyrst og ofbeldi svo sem fylgir í kjölfarið og þetta náttúrulega bara eitthvað sem við höfum séð í gegnum mannkynssöguna endalaust. Þetta bara vel þekkt modus operandi gagnvart minnihlutahópum í samfélögum og þetta gerist og þetta að gerast, þetta sést mjög vel í Bretlandi þetta að gerast á Norðurlöndunum, við sjáum þetta að gerast núna bara í beinni útsendingu í Bandaríkjunum og þetta alltaf sama og það sem að gerast núna til dæmis í Bandaríkjunum það, þessi orðræða allsumöl hún síðan að vera þess valdandi að stjórnmálin þar eru farin að hoppa á þennan vagn, meira heldur en var. Það voru lögð held ég fyrra fram rúmlega 600 lagafrumvörp gegn réttindum transfólks í Bandaríkjunum á öllum levelum lagasetningar valdsins þar. Sem betur fyrir náðu ekki stór hluti fram að ganga en samt nægilega mikill og núna þá stærri hluti og það sem gerist síðan í kjölfarið það að það vegið að réttindum annars hins egin fólks og þannig hleypur þetta alltaf hvert á eftir öðru og býtur í skottið á sér og allt byrjar þetta, Þórarinn, með því að fólk segir, já en ég hlýta mig að segja hvað sem allt sem mér finnst. Það byrjar allt saman þar. Ég held að sé einmitt... Það sem ég segi, hugsum aðeins það sem við erum að segja. Þannig að það hefur hafa áhrif. Ég held að sé maður mjög áhugaverðum stað út af því að, sko, ég sé alveg hvaðan þú ert að koma og ég skil þessar áhyggjur. Ég aftur á móti, sko, held að út af því að við erum búin að vera að tala um mókið og ég meina,
Sko, ég sammálaður, sko, þetta mun koma til með að halda áfram og ég veit að þetta til með sjá ungu fólki mjög mikið. Verulegt áhyggjur. Já, og ég get verið sammálaður það. Ég hef áhyggjur af því ef að fólk farið að hafa minna frelsi til þess að bara skilgreina sjálft sig. Ég bara sammálaður þar. Aftur á móti þá má fólk hafa hvaða skoðun á því sem maður vill. Og sko, og ég held vandamálið ástæðan fyrir því. Ég vil grípa inn í þetta. Ég langar rosalega klára Ég verð bara á móti þér eftir. Já, sko, ég held nefnilega því að þú komst inn á svo ótrúlega áhugaverðan punkt að mannkynssagan væri þess merki ef umræðu væri leyft einhvern veginn að halda áfram óáreitt, að þá myndi það leiða til haturs. En hvað var það sem var inngrip inn í umræður þegar að hlutir horfðu til betri vegar? Að sjálfsögðu einbeitum við okkur frekar að þeim málunum þar sem þetta fór til verri vegar eins og Rúanda og annars staðar og þriðja ríki Hitlers. En aftur á móti þá eru fjölmörg dæmi líka þess efnis þar sem að fólk greip inn í með aukinni umræðu. Og það er það sem ég held að við séum svolítið ósammála er að ég held að sé einmitt eitthvað sem að sko eins og samtökin 78 að taka velkomnu, að bara segja, heyrðu, já, segja bara það sem þið viljið og okkur alveg sama. Ég held að þessi þurfi aðalega að vera bundið við það, út af því ég held að það sem hefur búið að vera að gera sem þetta ára, það er búið að vera að halda pottlokinu ofan á pottinum, samhliða því að hækka hitann og alltaf með nýja skilgreiningar á því hversu mikið tjáning megi vera á ákveðnum skilgreinindum hlutum. Ég held að þetta sé miklu meira vandinn og ég, sko, út af því að ég til dæmis málar upp sem einhver óvinur í þessu umræðu, oft í tíðum. Ég skil það ekki. Ég tel bara að fólk megi hafa þá skoðun sem það vill. Líka að skilgreina sjálft sig. Ef að og ég held að það sé miklu meira sko félagslega, sko eitthvað sem hægt að leysa félagslega út af því að ef að ég og þú erum vinir og þú segir á morgun, heyrðu, ég kona, eða segjum bara, þú veist, ég bæ eins og þú ert. Og ég myndi segja bara, nei, þú ert það ekki. Þá ert þú ólíklegri til þess að vilja eiga í félagslegum samskiptum við mig og ég græði minna á því út af því að það gott að þekkja þig að maður lendir í einhverju í ferðaþjónustunni. Þetta svo félagslega sko, tenging sem ég málaði þetta upp sem ekki sem eitthvað sem að við þurfum að vera sko, skerða tjáningafrelsi fyrir út af því að það einfaldlega hefur aldrei virkað. En sko lögmál, ég skil hvað þú ert að fara sem frjálshyggjumaður, sko, en lögmál markaðurinn skildi ekki félagsleg samskipti. Það sem gerist ef þú heldur þig við þetta að afneita bara því sem að ég upplifi sem minn veruleika, þá finn ég mig bara aðra vini, sko. Nákvæmlega. En ef þú heldur síðan áfram segða til að básuna það út allt, að ég sé ekki sá sem ég þá fer þetta að verða stærra vandamál heldur en það. Þá er þetta að verða vandamál fyrir mig og líka aðra í kringum mig sem er í sömu stöðu. Og það er það sem við erum að tala um. Það er vandamálið sem er að búa til. Það er bakslæð. Það er að verða til vegna þess að fólk ákveðin hluti fólks í samfélaginu samþykkir ekki að fólk megi ráða lífi sínu sjálft og í rauninni básúnar þá skoðun sína út allt sem að verður nægilega viðtækt til þess að valda vandræðum og það voru tvö atriði þarna sem við þurfum að unpakka aðeins sko. Varandi unga fólkið ástæðan fyrir því að fjöldi fólks í yngstu aldurshópunum eins og þessi könnun kom núna á dögunum að það sé ákveðnir hópar sem að fólki í grunnskólum og framhaldsskólum hefur einhvers konar andúð á það verður ekki til að sjálfu sér sko. Það er vegna þess að það er einhver hérna úti að tala um það og það er að verið að sjá þetta á samfélagsmiðlum, það er að hlusta á þessa skoðanir einhverstað frá, það er að fá þetta í æð í gegnum þá miðla og samtöl og félagslegu samskipti sem það eiga. Það er það sem er að gerast. Og þannig sjáum við bara beina afleiðingu af því að tjáningarfrelsið sem þér svo andum, að það er farið að hafa áhrif á það hvaða skoðanir fólk hefur og það skoðanir orðnar hættulegar fyrir ákveðna hópa fólks. Okay? Þetta er að gerast og það þýðir ekki að taka á svona hlutum bara með því að segja við þurfum að takmarka samfélagsmiðlanótkun, við þurfum að banna síma í skólum og eitthvað svoleiðis. Þetta er bara dýpra mál sem við þurfum að taka á sem samfélag, við þurfum að ræða þetta á heimilunum og þarna þarf að ég tel meiri fræðslu og þekkingu á málum vegna þess að við getum verið sammála um það að meiri umræða málefni skapar meiri þekkingu en það verður þá að vera fræðsla og upplýsingagjöf það hvernig hlutinir eru í raun og veru. Ekki bara einhverja skilmingar á samfélagsmiðlum gildi tjáningarfrelsins og einhvern vókisma. Það skilar okkur engu. Við verðum að tala um þetta á grundvelli upplifunar fólksins
sem verið að tala það hlýtur að vera grunnpunkturinn í umræðinni, að segja frá því. Þess vegna eru við til dæmis á samtökunum með hinsegin fræðsluna í skólum sem ýmsum nú á einhverjum ástæðum í nöp við. Það sem að við förum inn í skólan og segjum bara, heyrðu, fjölskyldur eru alls konar. Sumir eiga 2 pappa og 2 mömmur, sumum líður ekki þannig að þeir upplifi sig þannig eins og líkaminn þeirra lítur út. Við erum bara að segja grunnskóla krökkum hvernig heimurinn og úr því verður meiri þekking og það mögulega síðan ítir vonandi undir einhvers konar gagnrýna hugsun þegar fólk sér eitthvað sem að ekki samræmist því hvernig veröldin í raun og veru. Þannig að þannig bara verið að íta undir þekking og þetta klárlega eitt af því sem að þarf að gerast og til þess þarf umræðan að vera. Því miður þá leiðist umræðan svo oft bara strax út í einhverja skotgrafir sem engu skila og það það sem hættulegt. Hlaðvarpið í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Þegar fólk farið að djöflast bara einhverjum skotgröfum einhvern málefni sem að verður síðan bara einhver aukarhlutur og tapar. Og það bara eitthvað fólk sem bara að tapa og það það sem að gerast núna. Hitt sem að skiptir máli það samtökin 78 hafa í 50 ár verið að berjast fyrir mannréttindum. Bara að hinsegin fólk í samfélaginu, fyrst homar og lesbjur og síðan eftir því sem að tíminn líður og fleiri hópar hinsegin fólks fara að koma fram í dagsljósið. Það hafa alltaf verið til en svona samfélags gerðin og umræðan hefur gert það að verkum að þetta alltaf mann orðið opnara og fólk farið að segja frá því hvernig því líður og hvernig þau upplifir sig. Þá hafa samtökin gripið utan þau eins og reglíf og reynt að tryggja að þessi hópur sé einfaldlega sýnilegur í samfélaginu og hann hafi sömu réttindi og allir aðrir, fái viðeigandi heilbrigðisþjónustu, það sé sagt frá þeim í skólunum. Þetta skapar líka þessa þekkingu og umræðu sem þú varst að tala um. Þannig að það ekki þannig að samtökin 78 hafi verið eitthvað á móti. Tjáningafrelsi ekki leyft neinum að tjá sig. Tjáningafrelsið hefur þvert á móti verið gríðarlega mikilvægt vopn í baráttu hinsegin fólks fyrir tilverurétti sín. Þess vegna eigum við ekki skerðan. Það má ekki gleyma því, sko. Það er svo mikilvægt að vera ekki skerðan. En þá skiptir máli hvar þessi lína vegna þess að umræða sem án ramma og án einhvers konar takmarkana, hún skilar engum meiri þekkingu og upplýsingum. Hún ekki gagnrýnin. Hún bætir ekki samfélagið. Þegar maður farin að heyra sko, að það þurfi einhvern veginn að vera skilgreind lína og þar fram eftir göttunum, þá tel ég að sögulega séð höfum við alltaf séð það snúast upp í andhverfu sína sem ég held líka að sé mjög mikið undir þeim formerkjum sem allir Trump-stjórnin núna að segja að fólk sem að skilgreinir sig ekki eftir kyni þess sem að fæddist sem sé ekki að fara að fá félagslega þjónustu og það bara Það réttindir í því. Nákvæmlega, nei ég minna þú veist ég að segja. Það bara ránt. Það ránt, já. Það ránt. Aftur á móti þá þetta bara önnur hliðin af sama pening að mínum mati. Út af því að þetta alltaf eins og segja, við erum bara með potlokkið á að þá einhvern veginn þetta bara að fara að snúast upp í andhverfu sín og vera að nota gegn fólk. Já, ég ósammálaður þarna. Þarna að mínum mati bara einfaldlega skýr stjórnmálaleg stefna gegn minnihlutahópum í gangi. Og transfólk hefur lent þar í einhverjum ramma, einhverju skotmarki hjá þessum stjórnmálulegu hópum sem að einfaldlega líta á þau sem gott skotmark og þægilega smjörklípu og það að það sé verið að nýta þetta til þess að útiloka fólk frá heilbrigðisþjónustu, útiloka það frá eðlilegum ferðalögum, útiloka það frá því að geta bara átt eðlilegt líf í samfélaginu. Þú veist, hvað það annað heldur en ofsóknir? Sem verða til á grundvelli þess að umræða transfólk að það sé ekki það sem það segist vera hefur fengið að grassera árum saman. Þar byrjar þetta. Þess vegna ég að segja línan hlýtur að vera til staðar vegna þess að það grundvallar atriði í frelsisumræðinni eins og allir frjálshyggjumenn vita að frelsi eins takmarkast af frelsi annars. Þannig að línan til samkvæmt ykkar eigin skilgreiningum, sko.
Spurningin er bara hvar hún það er svona mismunandi hvar við drögum það línu. Já. En fyrir nú í eitthvað léttara. Bakslægja málinu transbarna. Já, ok. Og það ég held að ég glott út af því að mér finnst svo gaman að tala um tjáningarfrelsi. Ég veit alveg að við erum að tala alvarlega hluti, en Alltaf að tala um þetta á grundvelli fólksins sem verið að tala um. Já. Það er lykilatriði. En transbörn, núna hefur orðið breytt fyrirkomulag víða Norðurlöndum, Bretlandi og annar staðar varðar hormónaaðgerðir barna. Þetta er mjög gott málefni, skulum tala um þetta. Þeim einfaldlega hefur verið hætt víða. Ok. Hefur verið takmarkaðar þá víða. Leiti. Já. Verið að beita hormónaaðgerðum hér á landi fyrir börn? Það verið að gefa það sem kallað hormónablokkarar, það að segja það sem kallað á ensku puberty blockers, sem að komi í veg fyrir eða stöðva eða setja pásu á kynþroska. Og það verið að beita þeim á Íslandi, en það er mjög mikilvægt að athuga nokkur atriði í þessu. Það verið að beita þessum lyfjum allan heim. Þeim hefur verið beitt og þau hefur verið notuð fyrir börn áratugum saman, ég veit ekki 60 árið eitthvað, og það hefur ekki nokkur einasta manni dottið í huga þau verið hættuleg fyrir allt í einu fyrir nokkur mánuðum síðan þegar það var fyrir að nota þau fyrir transbörn. Af hverju ætli það sé? Ætli það hafi eitthvað að gera með hvað lyfin eru hættuleg eða vegna þess hvernig öll þessi hættulega orðræða transfólk sem að hefur verið í gangi sem ég var að nefna hafi haft einhver áhrif á það. Veltum því aðeins fyrir okkur bara svona á meðan við tölum. Það sem að þarf að hafa í huga þarna er það að á Íslandi eru hlutirnir gerðir á ákveðin hátt gagnvart transfólki. Heilbrigðisþjónusta transfólks skiptist og hér þarf aðeins að útskýra, skiptist í 2 teymi sem eru innan heilbrigðiskerfisins. Það annars vegar yngra teymið sem að sinnir börnum undir 18 ára og síðan eldra teymið sem að sinnir fólki yfir 18 ára aldri. Þetta eru augljóslega mismunandi nálganir. Yngra teymið staðsett á barna- og unglingageðdeild og þar er teymi fólks sem eru bæði læknar, sálfræðingur, félagsáðgjafar og fleiri hjúkrunarfólk sem að sérþjálfað í því og sérmenntað í því að sinna börnum með ýmsan vanda, þar á meðal transbörn og það er tekið á þessu mjög faglega og það skiptir máli að allir átti sig á því. Þarna er verið að vinna eftir og í rauninni öllum báðum transtemunum hér er verið að vinna eftir því sem kallaði WPATH, þar að segja standards of care, þar að segja alþjóðlegum standardum varðandi heilbrigðisþjónustu transfólks. Og þeir sem að hafa sett þann lista saman, þar að segja þessa standarda, að þeir hafa einfallega sagt fólki hér á Íslandi í þessum teymum að þau séu að vinna mjög gott starf. Þau séu bara að vinna þetta starf einna best í Evrópu og víðar í heiminum. Þannig að ég held við getum verið bara mjög ánað með það að það er verið að vinna mjög gott starf hérna. Kemur þá að öðrum löndum og hérna er hlutur sem skiptir mjög miklu máli. Vegna þess sem við vorum að nefna á þann að fólk hefur litla tengingu við transfólk eða börn sem hafa farið í gegnum transferli vegna þess að þau eru einfallega bara svo fá að þá höfum við rosalega mikið af upplýsingum okkar það sem við höldum að sé að gerast í þessu erlendis frá Bretlandi, frá Bandaríkjunum, frá Norðurlöndunum og mikið af þeirri umræðu verður til í einhvers konar upplaupum þegar að koma út hlutir eins og Cash Review skýrslan sem kom út í Bretlandi, hvort það verið fyrir þetta fyrra, þegar að koma út eins og skýrsla sem kom út í Noregi fyrir held ég 2 árum síðan, það sem var verið að mæla með að notkun hormónablokkar hætt. Það dæmi til þess ágætt vegna þess að þá flaug út allt að það væri búið að banna notkun hormónablokkara í Noregi. Það er bara ekki satt, það er ekki rétt. Þetta var bara eitthvað svona sjálfstætt svona NGO-apparat sem að lagði þetta til í skýrslu en norska heilbrigðisráðuneytið og þeir sem að ráða þar málum hafa ekki tekið neitt mark á skýrslunni, segist bara að vera skoðana og það er raun ekki búið að breyta, það er ekki búið að banna neittar. En breska ríkisstjórnin hefur bannað þetta. Það stendur hérna frá 11. desember að existing emergency measures banning the sale and supply of puberty suppressing hormones will be made indefinite following official advice from medical experts. Og þetta er náttúrulega bara hræðilegt mál vegna þess að það sem að og hér aftur skiptir máli hvernig eru hlutirnir annars staðar og hvernig eru þeir hér
og ekki taka allar upplýsingar frá öðrum löndum það hvernig hlutirnir eru á Íslandi. Vegna þess að það sem gerðist til dæmis þarna í Bretlandi að þessi skýrsla kom út, kolluð eftir lækninu sem Hillary Cass. Já. Og þar var ekki lagt til að notkun þessara lyfja bönnuð. Það var ekki lagt til í skýrslunni. Það sem var lagt til í skýrslunni var meðal annars hlutur eins og að mat og framkvæmd á þessari lyfjagjöf og meðferð transbarna væri gerð á stöðum sem eru eins og íslenska kerfið. Þar sem að við erum með alla þessa sérfræðinga á sama stað í teymi sem að meta börnin, fari í gegnum ferli með þeim, en þú fari ekki bara til einhvers læknis og fáir einhver ávísað, 1 og 3. Þannig að þarna væri rauninu verið að Það var líka bent á það að það væri ekki svona geðheilbrigðis, jákvæð teiknar var það geðheilbrigðismál barna sem fengu hormonablokkara og ekki hormonablokkara. Já, en það hefur líka verið bent á til dæmis í nýlegu skýrslu frá Yale, sérfræðingur Yale, að Cass-skýrslan í rauninni sigtaði útgögn og sigtaði burt rannsóknir sem ekki hentuðu niðurstöðunni. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga líka. En það sem ég bara meina það sem mér finnst vera aðalatriði í þessu að þarna, bæði í Bretlandi verið að byrjum þar, að það verið að leggja til í rauninni að hlutirnir séu eins og þeir eru á Íslandi að sumu leyti til. Það er hluti af niðurstöðum Cass-skýrslunnar og ég bara leggja þetta upp vegna þess að ég að benda á það, við getum ekki tekið fréttir af þessu frá Bretlandi og lagt að jöfnu við það sem að gerast á Íslandi. Það þýðir ekki að horfa fréttir frá Bretlandi og segja, þetta allt hræðilegt hér. Nei, en börn ekkert öðruvísi hér heldur en eru Bretlandi. Alveg rétt. Og þess vegna ættu í rauninni og það væri bara óskandi að meðferð transbarna í Bretlandi myndi fylgja sömu stöndurdum og eru í Íslandi. Það væri mjög gott fyrir þau og óskandi satt að segja vegna þess að staðan þar er skelfileg. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það sem að við erum svo að horfa upp á á Norðurlöndunum, til dæmis í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, að þar líka verið að draga úr þessu og færa það í rauninni nær því sem að systemið á Íslandi. Þannig að ég held við getum sagt að við getum verið bara mjög ánægð og stolt af því hvernig verið að vinna þessa hluti hér, þó ég veit að margir eru afar frústreraðir yfir í hvað hlutinni ganga hægt og taka langan tíma og svo framvegis, en það kannski líka eitthvað sem að fólki sem að heldur að börn geti bara komið inn í þetta teymi og sagt ég trans og fari bara að fá strax hormónalyf og fari í skuðræðagerðir og eitthvað. Þetta ekki þannig. Þetta tekur langan tíma, það þarf að fara í gegnum sálfræðimöt, það þarf að fara í gegnum alls konar mat, það þarf að vinna með sérfræðingum. Sum börn fá hormónablokkara, alls ekki öll, og engin börn fara í skurðaðgerðir á Íslandi fyrir 18 ára aldur. Það bara mjög einfalt. Þannig að hér þetta kerfi bara afskaplega gott og það þarf bara engin að hafa áhyggjur af því. Það bara staðan. Nei, ég það eitt í þessu út af því að maður einhvern veginn hugsar að hormónablokkarar séu það mikið inngrip að það þyrfti að vera í mjög fáum tilvikum að ég tel hérlendis sem að við myndum fara að veita þá og... En af hverju það? Hvers vegna vorum við 2 börn? Þetta bara svo stórkostlegt inngrip. Nú erum við 2 börn hlið við hlið. Þetta afturkræft inngrip leið og hættir á blokkarunum þá fyrir kynþroskinn í gang aftur. Tölulega gögn hafa nú sýnt fram á það og það náttúrulega, meikar ekkert sens heldur að það sé að vera að segja að það að fresta kynþroska sé ekki að fara að hafa neinn áhrif. Ég meina það að hvernig ég borða, það hvernig ég tek vítamín hefur áhrif á mitt líf. En getnaðarvarnarpillan hefur líka bara fullt af áhrifum hormóna. Það hormónalyf sem að verið að gefa til dæmis stúlkum frá 12, 13, 14 ára aldri. En það ekki mikið inngrip og hormónablokkarar. Þetta náttúrulega, það miklu meira inngrip. Þetta hormónalyf sem verið að gefa börnum. Á kynþroskaskeiði að sjálfsögðu hefur þetta miklu meira áhrif heldur en þegar fólk orðið kynþroska. Ég bara benda á það að við erum með 2-faldan standard í þessu umræðu. Okay. Vegna þess að það verið að tala það sé svo svakalegt inngrip að gefa transbörnum eða fólki, börnum sem í transferli hormónablokkara til þess að hægja á kynþroska. Á sama tíma, ef það kemur inn barn sem er mjög snemmt kynþroska, þá hugsar enginn sem tvisar áður en að það fær aðgang að sömu lyfjum. Þannig tvískinnungur. Af hverju ætli það sé? Er það vegna þess að lyfin séu svo hættuleg,
sem hafa verið notuð áratugum saman eða er það vegna þess að umræðan transfólk í algjöru rugli? Ég held að sé þess vegna. Og þekkingin einfallega á þeirri meðferð, á því ferli, bara einfallega ekki nægileg. Það fer engin hormónablokkar en að fara í gegnum á Íslandi mjög grúndíkt mat með foreldrum, með sérfræðingum og svo framvegis. Þannig að það þarf að hafa þetta í huga. Dæmi sem að við erum að horfa á þarna eru þessi töpöð. Það er líka verið að nota þessi lyf gegn til dæmis legslímuflakki eða til þess að tryggja frjósemi áður en fólk fyrir krabbameinsmeðferð. Það er verið að nota þessi lyf á alls konar máta en af einhverjum ástæðum það svo stórkostlegt vandamál og óskaplega hættulega þegar það eru transbörn sem eigi hlut. Ég held að það sé bara aðalóta þegar þetta eru börn. Nei, þetta er aðalóta þegar þetta eru börn. Þetta eru líka börn. Þetta eru jafn gömul börn sem við erum að tala um. 2 börn, annað í transferli, hitt snemkynþroska. Þau eru jafn gömul, þetta eru samskonar börn sem fara í hormonablokkara út af af því þau verða legslímuflakki. Snemkynþroska. Ég þekki ekki legslímuflakki en ég veit að það getur komið fram að sér snemma. Þannig að ég veit bara að lyfin eru notuð í þeim tilgangi líka. En tökum bara þessi 2 börn. Annað barnið snemkynþroska, hitt transbarn í transferli. Bæði þurfa á þessum lyfjum að halda til þess að hægja á kynþroska. Af hverju er lyfið hættulegt fyrir annað barnið en ekki hitt? Hitt þarf að hægja á kynþroskanum, hitt þarf ekki að hægja á kynþroskanum. Af hverju þarf það ekki? Út af því að það er bara... Af hverju er þú þess bær að ákveða það með sjálfum þér hvort að það barn þurfi á lyfjum að halda en ekki hitt? Ég er það ekki, en ég er að segja að hitt barnið er læknisfræðilega þarf að halda. Hitt barnið er þarf læknisfræðilega á því að halda. Já, en samkvæmt mati færustu sérfræðinga í málinu á landinu. En af hverju eru þá, sko, því að það sem mér þykir þá einkennilegt er af hverju eru þá allar þjóðir einhvern veginn, og þú nefndir Svíþjóð, þeir eru núna að minnka þetta. Þeir eru að draga úr og ná meiri stjórn á málunum, þannig að það mun þá færast nær því sem það er á Íslandi. En hvernig má það vera þar sem að, en þeir eru samt að setja restrictions núna, við erum ekki að því. Nei, ég er að velta fyrir mig, sko. Það er vegna þess að það eru hömlur á því hvernig þetta er notað á Íslandi nú þegar. Vegna þess hvernig ferlið er sett upp á faglegan máta. Það er staðan. Það var ekki staðan í Svíþjóð. Það var ekki staðan í Danmörku. Það var ekki sama stað í Bretlandi. Skilur hvað ég við? Á þessum stöðum í heiminum, þar sem við erum að horfa fréttir það er verið að banna hormónablokkara. Það er ekki rétt. Við erum að taka það sem einhvers konar dómi yfir því hvernig kerfið er á Íslandi. Það er ekki satt. Það er ekki rétt. Ástæðan er sú, ástæðan fyrir því að við heyrum ekki mjög mikið þetta ferli á Íslandi er vegna þess að sérfræðingarnir sem eru í þessu stöðu hafa engan sérstakann áhuga, réttilega, á því að vera að draga sína skjólstæðinga fram í umræðana. Og það ferli sem þeir eru í. Og það er bara, held ég, gott sjónarmið og viðhorf. En það veldur því kannski að við horfum á fréttir sem koma erlendis frá það sem er að gerast í öðrum löndum og teljum okkur vera að fá upplýsingar það hvernig hlutirnir eru á Íslandi. Það er ekki þannig. Varðandi þessi lyf, þá verður þetta svolítið eins og með margt annað á Íslandi. Skyndilega þegar svona umræða kemur upp þá hætti allir að vera sérfræðingar í eldgosum eða veirum og verða sérfræðingar í lyfjum. Og bara, við skulum aðeins viðurkenna það að við erum það bara ekki. Hér er ég sérfræðingur. Já, eigum við ekki bara að leyfa fagfólkinu að fjalla þetta og staðan er einfaldlega svo að fagfólkið, okkar besta fagfólk í þessum fræðum á Íslandi, það telur þessi lyf bara að vera afturkræf og eðlilega veita eftir mat og meðferð færustu sérfræðinga sem við höfum. Það er staðan. En það hefur samt komið mjög mikið að gögnum það að þetta sé ekki alveg óafturkræft. Og eðlilega líka, ef þú ert með svona inngrip, að þá verður líkaminn ekki nákvæmlega eins og hann hefði orðið. Já, oft er nú tilgangurinn hann verði ekki nákvæmlega eins og hann hefði orðið. Já, en ég minna, en þá... Það er nú tilgangurinn í þessu tilfelli ekki satt. Já, mögulega, en þá erum við ekki að tala um óafturkræfa mála. En ég, sko, tölum aðeins samfélagsmiðla og smitáhrifin. Út af því að það hefur líka mikið verið til umræðu að víða hefur mjög góð pæling hefur að komið upp að manneskja kannski verður fyrir einhverjum áhrifum á samfélagsmiðlum og allt í einu er allur vinahópurinn orðin einhvers konar svona kynsegin eða eitthvað þannig. Hvernig þetta er einföldun þetta er líka bjánlega spurning sko. Já, en Jóhannes, sko, þetta kemur líka aðeins inn á það sem við vorum að tala um aðan með tjáningarfrelsi. Það er fullt af fólki
sem að þorir ekki að spyrja svona spurninga Já. en aftur á móti að velta fyrir sér nákvæmlega þessum og þess vegna bara gott að vera hér og ræða þetta nákvæmlega, þess vegna ég líka að bera þetta á borð Algjörlega. það ekki út af því að skilur þú getur sagt þessi bjánul spurning en þetta aftur á móti eitthvað sem fólk að pæla í og hrætt að taka út af því að það hefur einhvern veginn verið útrópað sem einhvern veginn mannhattur að vera að velta þessu fyrir sér Ég var nú aðalega að djöfla staðins í þér því þú nefndi bjánlega spurningu á þann en það alveg rétt, í þessu það eðlilegt að spyrja þessi spurninga og það eðlilegt að velta fyrir sér hlutum sem maður þekkir ekki og eins og ég sagði á þá er mín reynsla að fólk vill flest bara fræðast og vita meira en það finnst stundum óþægilegt að spyrja spurninga það sem það veit ekki og þá finnst mér og við hjá samtökunum erum að reyna þá að mæta fólki á þann máta við veitum þá upplýsingarnar varðandi smitáhrifin því að það þessi kenning að þetta sé bara eitthvað svona félagslegt smit að það sé orðið meira af transbönnum vegna þess að unglingar séu svo hrifnæmir hver af öðrum og svo framvegis þetta leggja aðeins hypothesu hérna á borðið fyrir þig ef það væri þannig, til dæmis hér á Íslandi nú eru 2/3 landsmanna á suðvesturhorninu langstæstu hluti unglinga í landinu til dæmis hér mætti ekki búast við því ef að þessi smitáhrif væru hérna mjög stór og mikil og svona einhvern raunverulegt vandamál eins og sumir halda að þá væri hærra hlutfall hér á höfuðborgarsvæðinu af fólki eða börnum sem að fara í gegnum transferli Það nú ekkert að vera getur alveg verið aðrir, það allir með interneti það svona það sem áhugin liggur Já, en konsentrasjónið meira hér eru stórir unglingaskólar og svo framvegis þetta er svona ákveðin tölfræði þessu en staðan þannig hins vegar og þetta búið að rannsaka í rauninni og fara í gegnum, það liggur fyrir rannsókn í þessu í Háskóla Íslands að hlutfall transbarna sem að koma inn til BUGL, inn í transteimið bara það sama, alveg sama hvers konar samfélagi fólk býr hér á landi það það sama í samfélögum víð landið það ekkert meira konsentrasjón í stærri samfélögum þar sem að félagsleg samskipti á milli unglinga eru kannski stærri og virkari þar sem meira af þeim og þess vegna mögulega þá meiri líkur á því að svona smitáhrif verið til staðar þannig að þetta eitt sem segir okkur það bara ákveðið hlutfall af fólki í samfélaginu sem að upplifi sig svona og það bara alveg eins og það ákveðið hlutfall af samfélaginu með alls konar eitthvað annað stundum bara, það ákveðið hlutfall sem eru örvhentir og það eru ákveðið hlutfall með bláaugu og svo framvegis þetta ekkert öðruvísi þetta bara eðlilegur hluti af samfélaginu að fólk sé alls konar alls konar, já, vel orðað fólk alls konar og fjölbreytni mannlegs samfélags maður skildi aldrei vanmeta hana En þetta hefur ástæðan fyrir því að þetta Bretar gripu inn í var þetta því að þeir voru ekki að sjá töluleg gögn sem að væru að bæta lýðheilsu varðar þessi mál og samlega því að það væri kannski bara að rannsaka hlutina betur en þetta væri aukast svo gríðarlega byggðar á í rauninni stjórnmálulegri umræðu Já, en að það væru ákveðni geðkvillar sem að væru einfallega stimplaðir sem kynami og þyrfti einhvers konar transleiðréttingar meðferðarferli þyrfti það ferli til þess að takast á við geðheilbrigðisvandamál sem hefði ekkert með þetta að gera og þar af leiðandi væri verið að ýta ungum börnum í ranga átt en þú veist að þú eru það ekki samræðu kynstaðfestandi ferli ekki læknismeðferð hún er ekki læknismeðferð gagnvart einhverjum óskyldum sjúkdóms einkennum transmeðferð kynstaðfestandi ferli fyrir fólk sem að upplifir sjálft sig öðruvísi heldur en í líkamanum held sem það fættist og það er mjög mikilvægt ástæðan fyrir að Bretar gripu inn í það Já, ég segi þeir þurfa þá kannski líka annars vegar þá bara að rannsaka hlutina betur og líka bara að taka mark á þeim rannsóknum sem liggja fyrir en ekki eins og í skýslunni að henda þeim bara út í horn af mjög vafasumum ástæðum þetta fullt af rannsóknum sem að til dæmis skýslan tók ekki mark á sem að segja þveröfuga hluti við það sem þú ert að segja núna þeir voru bara ekki hæð með og þannig að það líka ákvörðun það hvernig þetta sett fram og talar inn í ákveðna umræðu og stjórnmálaviðhorf sem í gangi í Bretlandi og eru búin að vera í gangi í langan tíma og eru bara transfólki stór hættuleg hvað heldur þú til dæmis að gerast núna á biðlistum transfólk sem kannski búið að vera að bíða í 2-3 ár eftir að komast í ferlið og
og svo allt í einu lokað á það núna og það sér fram á mögulega 2, 3, 5 ára, það veit ekki hversu langan tíma í viðbót. Svona biðlistar, þeir stytta sig sjálfur, fólk gefst bara upp. Það ekki það sem samfélagið vill, það ekki tilgangurinn með því að stöðva þetta. Þarna verið að taka rangar ákvarðanir sem að hafa bein áhrif á líf og heilsu fólks á grundvelli takmarkara gagna og valina rannsókna. Og þetta bara stór hættulegt fyrir fólk og sem betur fer, þá búum við ekki við þetta hér á landi og ég vona að við munum aldrei sjá stjórnmálaumræðu sem að fer í þessa átt eins og við erum að sjá í Bretlandi og Bandaríkjunum, þar sem verið að leggjast á pínlítinn hóp í samfélaginu, jaðarhóp sem nú þegar á erfitt uppdráttar í samfélaginu, verður fyrir sífelldu öráreiti og árásum að stjórnmálin og ráðandi öfl í samfélaginu fari að afnema réttindi þeirra og ýta undir að samfélagi verði þeim hættulegra. Þetta bara á meðan að okkur tekst að verja þetta og það það sem við erum að reyna að gera það það sem að starfsamtakana 78 gengur út á, að það að reyna að koma í veg fyrir svona stöðu, að sjá til þess að allir þegnar samfélagsins hafi virðingu og réttindi til jafns við aðra og það það sem að skiptir máli í þessu. Þess vegna erum við að þessu. Ertu bjartsýnur fram að þetta? Nú Kristrún rauninni spegla sig að öllu leyti í svona Keir Starmer, Mette Frederiksen málum. Ég held að þetta, ég veit ekki hversu mikið þetta kemst á dagskrá hérna, kannski það bara rétt hjá þér að við erum að gera þetta skynsamlega, en ertu bjartsýn? Hvað heldur yfir? Ég bjartsýn að eðlisfari, já, en ég neita því ekki að þetta eru þungir mánuðir og vikur núna og þetta eru þung árhældi framöndan. Í réttindabaráttu þá þetta gjarnan þannig að þú tekur 2 skref áfram og 1 aftur á bak og við erum í aftur á bak skrefinu núna. Þetta full stórt? Já, það full stórt núna. Þetta mjög flókið við að eiga og ég óttast að þetta muni hafa mikil áhrif hér á landi. Við náttúrulega sjáum það strax í samskiptum okkar við fólk erlendis að til dæmis núna bara í Bandaríkjunum eftir að Trump tóku völdum og fór að gefa út þessar tilskipanir að við erum að sjá bara koma neyðarköll frá fólki í Bandaríkjunum til samtakana, til okkar persónulega sem erum að starfa hérna. Ég held að hinsegin fólk á Íslandi sem að þekkir hinsegin fólk í Bandaríkjunum sennilega allt búið að fá fyrirspurnir, stór hlutið fyrirspurnir það hvort það sé hægt að flytja til Íslands vegna þess að fólk þekkir að hér eru hlutirnir í rauninni mun betri heldur en víða annars staðar í veröldinni. Það ekki einfalt mál og auðvitað getum við ekki tekið við öllu hinsegin fólk í Bandaríkjunum, það gengur ekki upp, ekki frekar en annars staðar í veröldinni, en við gerum það sem við getum og reynum að hjálpa til og ráðleggja, en þetta mjög erfið staða og ég held að í heildina í heiminum þá ágætt að átta sig á því að því þú veist, fréttastraumurinn einhvern veginn allt, það svo mikið áreiti. Í þessum málefnum að þá þekkjum við fréttirnar sem koma frá Rússlandi og Ungverjalandi og Tyrklandi og einhverjum svona fleiri stöðum það sé verið að hefta réttindi hinsegin fólks, transfólk sé í hættu og svo framvegis. En það sem hefur verið að gerast að undanförnu er það að lönd sem að við samsömmum okkur gríðarlega vel við, eins og Bretland, Bandaríkin, lönd sem við ferðumst mikið til eins og Ítalía og fleiri, Frakkland, að þau eru öll að færast til miður í þá átt að takmarka réttindi hinsegin fólks aftur, afnema réttindi sem búið var að ná. Það allt frá því að reynt sé að afnema hjónabandsrétt samkynja para, að það sé verið að koma í veg fyrir það að samkynja foreldrar eigi rétt gagnvart börnum sínum, jafnvel sem að hefur verið en verið að afnema eða reyna að afnema eins og Ítalíu. Það birtist í þessum ótrúlega stormi sem transfólk hefur verið í Bretlandi í mörg ár og það birtist í alveg reynt skelfilegum ásóknum gagnar transfólkinu í Bandaríkjunum. Og allt þetta, og það mjög mikilvægt við áttum okkur á því að þegar að þessi umræða farin að grassera svona með stjórnvaldsákvörðunum og stjórnmála
í rauninni orðin að opinberi stjórnmála stefnu valdhafa jafnvel í þessum ríkjum sem að við tökum mikið að menningar áhrifum frá bara svona sjálfkrafa á þess að við ætlum að gera það eða ákveðum það sérstaklega að þá berast þau hingað til lands og við erum þegar farin að sjá áhrif þeirra í íslenskri stjórnmálaumræðu, í íslenskri samfélagsmiðlaumræðu á kaffistofunum og víðar. Þetta að gerast hér alveg eins og annars staðar í veröldinu og það skiptir máli fyrir okkur sem samfélag átt okkur á því vegna þess að við erum ekki stikkfrí þótt við séum eyja þá erum við ekki eyland. Þetta hefur áhrif hér eins og annars staðar og við þurfum sem samfélag að vera vakandi fyrir því að ef við höfum þá skoðun svona almennt séð að allir þegnar í samfélaginu eigi að hafa sömu réttindi og þeir eigi að njóta sömu virðingar og réttlætis að þá þarf að hafa svolítið fyrir því. Það þarf að hafa fyrir því bæði í löggjöfinni, það þarf að hafa fyrir því í stjórnvaldsákvörðunum öðrum, en það þarf líka að hafa fyrir því bara í umræðunni og horfa gagnrýnið á fréttir og annað eins og við höfum verið að ræða hérna. Þannig að á endanum snýst þetta bara það að allir í samfélaginu geti lifað í virðingu. Þetta í rauninni ekkit flóknara en það. Stjórnmálunum hér að þá held ég að við þurfum að fylgjast mjög vel með því hvert umræðan fer. Það alveg klart mál. Hefur áhyggjur að Snorra? Ég hef áhyggjur á ýmsum, já. Hvað með eld? Sko, ég út af því að þetta snýrist hann. Þið ákæraðan fyrir hatursorðræðu. Snorri segir að þetta sé galið. Ég man nú ekki... Og reyður einfallega ránt fyrir sér. Já. Ég náttúrulega svo mikill tjáningafrelsi sem sko. En sko, finnst þér að það ætti, út af því núna talar hann mjög mikið þetta. Hann bara, svo veist, það að þetta segja að hann sé með ákveðna þráhyggju fyrir þessu. Eldur þá. Eldur, já. Finnst þér að það ætti að skerða tjáningafrelsi hans? Mér finnst að Eldur Smári þurfi að vera undir sömu sök settur og aðrir í samfélaginu varandi það að ef hann segir eitthvað á samfélagsmiðlum sem að tekur út heilan hóp fólks í þjóðfélaginu endurtekið heldur því fram að sá hópur sé nummer 1 ekki til sé hættulegur öðrum sé hættulegur börnum. Hann getur nú alltaf sagt sama tíma. Nei, en hann mjög lengi búin að halda þessu fram á alls konar vettvangi, í alls konar ræðu og reyti, öllum þessum hlutum. Þá verður hann einfallega bara að bera ábyrgð á orðum sínum. Það grundvallaratriði í tjáningafrelsin ekki sagt að fólk bera ábyrgð á því sem það segir og tjáir. Og það eins og ég sagði á sínu tíma þegar að þetta kom fram, þessi umræðan fyrir jólin, var hann þess að greina Snorra, þá það ekki samtakana 78 skilgreina hvað hatursorðræða. Það stjórnvalda og við í rauninni kærum bara það sem við teljum vera hatursorðræðu og hættulega hatursorðræðu til lögreglu. Það svo lögreglu dómkerfisins og réttaríkisins að ákveða hvað gert má þá kæru og komast að niðurstöðum það hvort að við höfum haft rétt fyrir okkur eða ekki. Og það ferli sem í gangi núna. Og Eldur Smári Kristjánsson settur undir þessa reglu samfélagsins alveg eins og allir aðrir og það sem ótrúlegt að sjá og það sem að ég held að Snorri Másson hafi og það sem ég benti á að hann þyrfti að hafa í huga það að Snorri Másson ritstjóri og Snorri Másson alþingismaður ekki sami maðurinn. Þeir hafa annað vægi í umræðunni eins og við vorum að tala hérna áðan og fólk sem kjörið til setu á alþingi það þarf að hafa í huga að orð þess hafa meiri áhrif heldur en okkar hinna og haga orðum sínum eftir því þannig að þar þarf að passa upp á það að vera ekki að ýta undir það að fólk geti talað hópa í samfélaginu eins og þeir séu hættulegir öðrum þegar að ræða jaðarhópa sem eru basically bara að reyna að lifa lífi sínu. Hvar finnst þér gamli yfirmaðurinn vera standi í þessu? Þú svona alltaf aðstoðamaður Sigmundar Davíð. Já. Hvar finnst þér hann standi í þessu? Ég hef áhyggjur af því hvert miðflokkurinn að fara í þessum málum. Ég segi það alveg hreint út. Ég hef verulegar áhyggjur af því og ég skil það eiginlega ekki alveg vegna þess að þótt að miðflokkurinn tali ekki beinlínis illa transfólk þá hefur hann stillt sér upp gagnvart málefnum sem að ég tel vera til þess líklega að valda svona ákveðina hættu í gagnvart þeim hópum og ýta undir þetta sem ég var að tala sem hættulega orðræðu sem að getur valdið hættu fyrir fólk í samfélaginu og mér finnst það ákveðin hættumerki þar. Já, þetta er mjög áhugavert. Ég samt ekki, út af því að
þú ert besti lobbyist á landinu sko, mér dettur í hug og ég er ekki að tjóka eigum við ekki bara að halda live show þar sem að þú tekst á við Eldsmára og pakkar hann saman Ég hef engan sérstakann áhuga á því að setjast upp á svið með Eldismára vegna þess að ég líti einfallega svo á að hann sé bara búin að stimpla sig út úr þessari orðræðu. Hún er hans orðræða Hann fær meira og meira athygli. Já, hans orðræða transfólk er einfallega ógeðsleg og ég hef ekki áhuga á því að líta á það sem einhverja eðlilega rökræðu og hef þess vegna ekki áhuga á því að takast á við hann í einhverju sem hann telur vera eðlilega rökræðu en er það að mínu mati bara hreinlega ekki. Og ég tel að hann sé komin langt yfir línuna hvað var þar hættulega orðræðu og fólki kringum hann og og það er eins og segi, ég meina við höfum bent á það og það er þá bara kerfisins ákveða hvort að þau eru sammála okkur eða ekki það og hann verður þá að glíma við það bara eins og annað og ákveða hvernig hann hagar sínum málflutningi áfram en ég hef ekki sérstaklega áhuga á því að rökræða við hann vegna þess að ég veit það alveg að það er ekkert sem ég segi sem getur breytt hans skoðunum á transfólki og bara lítur svo á að þau sé ekki til að þér virðist. En ljúkum þessu þá tollar Trump, eru þeir að fara áhrif á ferðaþjónustuna? Það má vel vera ef að það verður ef þeir hafa verulega neikvæð áhrif á efnahagsástandið í Bandaríkjunum, já, þá getur þau gert það inn í haustið. Þú hefur nóg að gera allt annað í verkefni sko. Herðu, segjum þetta gott Jóhannes Þór, takk aðeins fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir.